Upptökur af hlerunum frá sérstökum saksóknara var að finna í fórum njósnafyrirtækisins PPP. Þar voru meðal annars persónuleg samtöl sem vörðuðu ekki mál sem voru til rannsóknar. Héraðssaksóknari segir gagnastuldin reiðarslag fyrir embættið. Ríkislögreglustjóri sleginn vegna málsins. Spenna milli kjarnorkuveldana Indlands og Pakistan eykst stöðugt eftir að Indlandsher gerði loftárásir á Pakistan í gær. Minnst 31 var drepinn og pakistanski herinn hótar hefndum. Kardínálar Vatíkansins eru byrjaðir að kjósa nýjan páfa. Þeir verða lokaðir inn í Sixtínsku kapellunni þar til niðurstaða næst, líklega innan nokkurra daga. Rúmir 10 metrar munu skilja að 2 fjölbýlishús í Gufunesi þegar framkvæmdum þar lýkur. Íbúar segja að verið sé að svipta þá allri dagsbirtu. Nemendur í Kvikmyndaskóla Íslands skora á ráðherra að tryggja áframhaldandi fjárstuðning við rekstur skólans. Þeir segjast þakklátir nýjum eigendum fyrir stöðugleika og góða aðstöðu í nýju húsnæði. Gott kvöld. Á meðal þeirra gagna sem forsvarsmenn njósnafyrirtækisins PPP virðast hafa stólið frá bæði lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og embætti sérstaks saksóknara eru viðkvæmar persónuupplýsingar og gögn sem aflað hafi verið með dómsúrskurði. Héraðssaksóknari man ekki eftir sambærilegu máli og segir þetta reiðarslag fyrir embættið. Í Kveiki síðustu viku var fjallað njósnir á almennum borgurum sem tengdust deilum auðmanna. Nýjar upplýsingar sýna hins vegar fram á umfang þeirra gagna sem voru í fórum fyrirtækisins PPP og þau virðast hafa notað til að kynna þjónustu sína fyrir fyrirtækjum og stofnunum, meðal annars úr sakamála rannsóknum lögreglunar. Í sérstökum kynningum útskýrðu þeir þessa þekkingu sína nánar og birtu upplýsingar úr mörgum þessara sakamála rannsókna. Upplýsingar sem þeir höfðu hvorki heimild til að hafa í fórum sínum, né þá heldur að deila með fjölda fólks. Gagnastuldur frá embætti sérstaks saksóknara var víðtækur. Til að mynda eru þarna afrit af heilu tölvunum sem voru í eigu einstaklinga sem voru til rannsóknar. Til að mynda tölvur þeirra Þórs Sigfússonar fyrir forstjóra Sjóvár og Guðmundar Ólasonar forstjóra Mælstón. Og einhverju hluta vegna eru til uppskriftir fleiri 100 símtala 3 einstaklinga sem voru hleraðir í gögnum PPP. Símtals upptökur úr hlerunum sérstaks saksóknara eru ekki bara til í uppskrifuðum minnispunktum í fórum PPP. Sæll. Sæll. Upptökur úr hátt í 40 hleruðum símtölum eru meðal gagnanna. Mörg þessara símtala eiga það sameiginlegt að þar verið að ræða viðkvæm og persónuleg málefni. Það má auðvitað ímynda sér að efnið þeirra geti valdið viðkomandi eða öðrum skaða. Já, mér sýnist á þessu sem að ég fengið að sjá hérna í dag að þetta séu gögn sem að stafa úr rannsóknum hjá okkur. Já, það er að sjá embætti sérstaks saksóknara sem er fyrirrennari héraðssaksóknara. Það er ekki að segja annað en að það sé ekkert öðruvísi en að það sé bara mjög mál. Manstu eftir því að þetta hafi gerst áður með svona gögn? Ekki þessari mynd, nei. Ég hef ekki fordæmi sem að taktinu sem að líkist þessu. Þannig að þetta nú svolítið reiðarslag. Meira þessu tengt því ríkislögreglustjóri segir áfall að sjá hve mikið af gögnum var stólið og hvernig farið var með þau. Hún hefur aldrei séð mál þessu líkt. Hún ræddi við Kastljós nú rétt fyrir fréttir. Jú, við erum mjög slegin yfir þessu. Þetta er virkilega mikið áfall að sjá þetta og sjá þetta mikla umfang og í rauninni bara hversu mikið af gögnum hafa verið þarna tekinn og gögn sem varða fólk sem hefur enga aðild að þeim málum sem voru til rannsóknar á sínum tíma. Þetta er mjög mikið áfall fyrir okkur að sjá hvernig meðferðin var þarna. En ég hef bara aldrei séð mál sem er þessu líkt, þetta umfang og þessi meðferð gagna og að nýta upplýsingar með þessum hætti og sem söluvöru, upplýsingar sem eru trúnaðar upplýsingar. Það er náttúrulega bara algjörlega með ólíkindum að þetta hafi verið gert. Og nánar verður fjallað málið allt í Kastljósi í kvöld, en nú snúum við okkur að öðrum fréttum. Spennan milli kjarnorkuveldanna tveggja á Indlandsskaga hefur ekki verið meiri í mörg ár eftir að Indlandsher gerði loftárásir á Pakistan í gær.
Pakistanski herinn hótar hefndum og óttast er að átökin stigmagnist enn. Skotmörk Indlandshers voru 9, ekki aðeins á yfirráðasvæði Pakistans í hinu umdeilda Kashmir, heldur einnig í Pakistan sjálfu. These actions were measured, non-escalatory, proportionate and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure and disabling terrorists likely to be sent across to India. Minnst 31 var drepinn, á meðal þeirra konur og börn. Indversk stjórnvöld segja árásina svar við skotarás á ferðamenn í indverska hluta Kashmir í síðasta mánuði. Pakistansk stjórnvöld neita aðild að þeirri árás. There has been no demonstrable step from Pakistan to take action against the terrorist infrastructure on its territory or on territory under its control. Instead, all it has indulged in are denials and allegations. Pakistan has never struck first, but we have the right to self-defense, and the way civilians have been targeted. And I have, pictures and images of women and children who are badly injured in hospital. Indlandsher segir að minnstakosti 15 hafi verið skotin til bana í dag í indverska hluta Kashmir. Deila ríkjanna snýst í grunninn Kashmir. Því landsvæði sem áður var kallað breska Indland var skipt upp í 2 sjálfstæði ríki 1947, Indland og Pakistan. En deilt var Kashmir og deilan var leyst með því að skipta því upp og núna er það undir yfirráðum Pakistans, Indlands og Kína. Samkvæmt ályktun Sameinuðu þjóðanna frá 1949 átti að leiða máli til lykta með þjóðaratkvæðagreiðslu, en hún hefur ekki farið fram. Síðan þá hefur deilan ítrekað leitt til átaka. The one thing that is a bit surprising is the scale and intensity of these strikes that India carried out. Much more high scale, high intensity than what we've seen in the past. Óttast er að átökin stigmagnist enn. Pakistanski herinn heitir hefndum og Indlandsher segir að við því verði brugðist ef af verður. Most of their hot wars were fought before they both became nuclear states in the late 1990s, but still at the end of the day, they're nuclear states now, and they have not been afraid to use limited military force against each other, which is very worrisome given the nuclear factor. Utanríkisráðherra segir viðskiptaþvinganir á Ísrael hafa verið ræddar í ríkisstjórn. Hún vonast til að samstaða 6 ríkja gegn auknum hernaðaraðgerðum Ísrael á Gaza auki þrýsting og hefur óskað eftir fundi með ísraelskum ráðamönnum. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er meðal 6 utanríkisráðherra sem skrifa undir yfirlýsingu þar sem ísraelsk yfirvöld eru hvött til að hverfa frá áformum auknar aðgerðir á Gaza og hafa þar varanlega viðveru. Þar segir að nauðungarflutningar Gazabúa séu brot á alþjóðalögum. Ísraelar eru hvattir til að leyfa flutning hjálpagagna á svæðið. Megin málið hjá okkur er að reyna að ýta við þessari hrikalegu stöðu sem er á svæðinu, setja aukin þrýsting og við vonum að þá allavega stóru þjóðna fylgi í kjölfarið. Þorgerður Katrín segir að líklega séu margar ástæður fyrir því að þjóðirnar sem standað yfirlýsingunni séu ekki fleiri en 6. Náttúrulega ýmsir pólitíski þræðir og hagsmunir sem að tengjast þessu, þannig að mínum að þið verður þrýstingurinn ekki nægilega mikið. Utanríkisráðherra segist af óska eftir fundi með ráðamönnum í Ísrael og vonast til að yfirlýsingin hafi áhrif. Já, að mínum að þið skiptir máli að tala frekar en þegja. Eru einhverjar aðgerðir í farvatninu, viðskiptaþvinganir til dæmis? Við tökum undir allar viðskiptaþvinganir Evrópusambandsins þegar kemur að Vesturbakkanum, en við höfum líka rætt frekari viðskiptaþvinganir, en eins og ég segi, þá þurfa fleiri ríki þessi að gera það. 30 íslenskir tónlistarmenn eru í hópi tuga fyrrum Eurovision fara sem hafa skrifað undir ákall til sambands evrópskra sjónvarpsstöðva, EBU, að ísraelsku ríkissjónvarpsstöðinni Kan verði vísað úr keppninni í ár. Meðal þeirra eru Pálmi Gunnarsson, meðlimir Daða og Gagnamagsins og systra. Í yfirlýsingunni sem er frá 70 tónlistarmönnum frá 13 löndum, þar á meðal Portugalnum Salvador Sobral sem vann keppnina 2017, er EBU sakað að hvítþvo framferði Ísraels ríkis gegn Palestínu. Aðalmeðferð hófst í héraðsdómi Austurlands í dag í alvarlegu líkamsárásamáli á Vopnafirði. Ákærða er meðal annars gefið að sök að hafa reynt að bana barnsmóður sinni.
Málið vakti mikil viðbrögð í vetur, ekki síst eftir að Hafdís Bára Óskarsdóttir lýsti árásinni í Kastljósviðtali og aðdraganda árásarinnar. Hún gagnrýndi hve erfiðlega gekk að fá nálgunarbann, en henni var synjað það nokkrum klukkustundum. Áður en fyrrum sambýlismaður, sem bjó spölkorn frá, réðist á hana með járnstöng í skemmu. Árásarmaðurinn Jón Þór Dagbjartsson hefur verið á geðdeild og í gæsluvarðhaldi síðan og fyrir héraðsdómi í morgun reyndi hann að útskýra reiði sína. Sagðist hafa verið í slæmu andlegu ástandi eftir að fjölmiðlar fjölluðu gróf brot gegn börnum á Hjalteyri, en þar var hann þolandi. Hann hafi snöggreiðst í samtali við Hafdísi eftir sambandsslit og ekki getað stjórnað gjörðum sínum í geðrofi og óminni. Hafdís Bára lýsti því hins vegar að hann hefði virst rólegur þegar hann tók járnstöngina og gerði ítrekkaðar stunguatlögur. Hann hefði spurt hana spurninga á meðan hann þrengdi að hálsi hennar. Þetta var auðvitað graf alvarleg árás og árásir sem að brotaþoli var fyrir og það var átakanlegt að hlusta á lýsingar hennar á atvikum þessa máls. En hefur þetta mál eitthvað þroskað umræðuna þannig að farið sér að vinna í því að auðvelda þolendum að fá nálgunarbann? Já, þetta eitt af þeim málum sem að ég held að meðal annars dómsmálaráðherra hefur verið að horfa til þegar hún hefur verið að vekja athygli á því að það þarf að tryggja það að aðgengi að nálgunarbanni sé gott og það sé mikilvægt að hlusta á rödd brotaþola í þeim efnum. Kjör nýs páfa hófst formlega í dag. Kardínálarnir sóttu í morgun loka messu fyrir kjörið í kirkju Heilags Péturs, þar sem meðal annars var beðið fyrir áframhaldandi samheldni innan kirkjunar. Eftir það söfnuðust kardínálarnir saman í Pálskapellu til bæna. Að lokum var farið í Sixtínsku kapelluna þar sem þeir sóru þagnareið. Augu allra viðstadda verða á reykkáfi hennar en litur reyksins þaðan gefur til kynna hvort búið sé að velja páfa eða ekki. Kardínálarnir verða læstir inni þangað til niðurstaða fæst. Preghiamo perché Dio conceda alla Chiesa e il Papa che meglio sappia risvegliare le coscienze di tutti e risvegliare le energie morali e spirituali nella società odierna caratterizzata sì da grande progresso tecnologico ma che tende a dimenticare Dio. Velkomin Hallgrímur. Já, við sáum nú bara fyrir 5 mínútum síðan hann umtalaða reykká og þar barst svartur reykur sem þýðir að þeir eru ekki búin að komast að niðurstöðu. En hverjir eru það sem eru taldir líklegastir? Já, það verða allavega 4 atkvæðagreiðslur, alltaf 4 atkvæðagreiðslur á morgun, kannski kemur þetta í ljós þá, hvort að reykurinn verður hvítur eða ekki. En svona þeir sem til þekkja segja að það sé engin einn áberandi líklegastur til að verða pái, en svona, mér sýnist samt einn vera oftar efstur á blaði en aðrir af þeim sem eru nefndir og það er Ítalinn Pietro Parolin. Hann vann mjög náið með Frans Páfa í hans valdatíð. Annar Ítali sem er líka talinn líklegastur er Pierbattista Pizzaballa. Hann hefur mikið beitt sér fyrir friði í Miðausturlöndum, svona fókusa svolítið á það. En af þeim sem eru kannski svona íhaldsamari er horft á Ungverjan Peter Erdó. Hann er til dæmis með mjög íhaldsama afstöðu gagnvart bæði hinsegin fólki og hjónaskilnuðum. En þessi 3 sem þú nefnir, þeir eru allir frá Evrópu, er engir annar staða frá sem koma líka til greina? Jú, heldur betur. Það er til dæmis nefndur Bandaríkjamaðurinn Robert Francis Prevost. Hann hefur starfað í áratugi í Perú, þykir styrkur að hann tali spænsku. Það er líka nefndur Peter Turkson frá Ghana. Það er árum samanbúið að svona tala hann sem eiga góða möguleika að vera fyrsti svarti páinn og hann yrði náttúrulega sá fyrsti frá Afríku. Síðan kemur Filippseyingurinn Luis Antonio Tagle. Hann yrði þá fyrsti páinn sem er frá Asíu. Hann hefur svona svipaðan stíl og Frans talar mikið svona fyrir málstað þeirra sem minna mega sín. Það eru fleiri nefndir en þessir kannski svona einn og oftast, en eins og alltaf fyrir páfakjör þá voru kardínálar. Sí, selfie. New Pope. No. Yeah. Bad luck. Yeah. Bad luck for you. J'étais pas prêt il y a quelques jours à rentrer en conclave, maintenant je suis prêt à rentrer en conclave. Je suis pas prêt à
à ce moment-là où il va apparaître. Mikill mannfjöldi hefur safnast saman við Sixtínsku kapelluna og nú bíða allir eftir að hvítur reykur stígi út reykhá kapellunar til marks að nýr páfi sé valinn. Þessi máfur hafði reyndar ekki þolinmæði í þá bið. Ci aspettiamo il nuovo Papa. Speriamo che esca il più presto possibile per tutto il mondo, per la pace che abbraccia tutto. On se dit qu'on voit le pape, on ne sait pas encore qui c'est, mais en tout cas on l'aura vu parmi ces cardinaux. D'être présent à ce moment-là, au niveau spirituel et au niveau de notre foi, ça prend une dimension très différente. En það voru líka mótmæli á hæð bak við Vatíkanið þar sem hópur kvenna kveikti á bleikum blysum til að mótmæla að konur koma hvergi nærri kjöri á páfa. The discrimination and exclusion of women is a sin, and we're here to say that the next pope will inherit this question and needs to work quickly to correct it. Og meðan við bíðum eftir nýjum páfa skulum við huga að öðrum fréttum. Íbúar í nýja hverfinu í Gufunesi segja að búið sé að taka frá þeim nær allt sólarljós sökum þess hve þétt byggt. Ný bygging rís 10 metrum frá næsta húsi. Borgarfulltrúi segir að gengið hafi verið framhjá kjörnum fulltrúum við samþykkt húsins. Nýja hverfið við Gufunes hefur risið hratt frá því að fyrsta skóflustunga var tekin árið 2020 þar sem markmiðið var að bjóða upp á smærri og ódýrari íbúðir. Fyrstu íbúar fluttu inn í þessa blokk í Yfirsbás 11 árið 2022. This was completely open when we moved in, and there are now 2 existing blocks that have come up. It's basically been 1 block built every year since we've moved in. And now this one will be the 3rd one. Það Yfirsbás 9 en það rís 5 hæða fjölbýli með stærri og dýrari íbúðir en þær sem eru í kring. 10 til 12 metrar eru á milli húsa númer 9 og 11. Stundum nálæðin svo mikil að hún rétt rúmur metar og valla hægt að skipta skoðun á milli húsa, þrengslin eru svo mikil. Ían segist hafa spurt sérstaklega út í áformin á svæðinu þegar hann flutti inn, ekki síst í ljósi þess hvernig útsýnið úr eldhúsglugganum væri. This is our view from our kitchen window. So no daylight whatsoever. Þá skyggir þessi rauða hjólageymsla á fleiri íbúðir. Ían segist hafa verið meðvitaður meiri framkvæmdir en gerði sér ekki grein fyrir á hvaða skala þær yrðu. Fréttastofa hefur rætt við fleiri íbúa sem segja það sama. Þetta minnir svolítið á málið græna gímaldið þar sem að borgin á þetta að gera ákveðna kröfur í skipulagi til að gæta að hagsmunum íbúa í nærliggjandi byggð. En þetta fór í gegn hjá borginni án athugasemda og þú situr í skipulagsráði. Hvers vegna fer þetta í gegn? Ferillinn í þessu máli mjög óeðlilegur. Málið hafi farið í gegn og meðan borgarstjórn hafi verið í sumarleyfi. Þá það bara embættismaður sem stimplar það og hleypir því áfram án aðkomu kjörinna fulltrúa og það auðvitað verulega óeðlilegt. Ían segist ítrekkað hafa reynt að fá svör frá borginni hvers vegna ákvæðum birtuskilyrði sé ekki fylgt en ekki fengið svör. Í svari frá Reykjavíkurborg til Fréttastofu segir að bráðnauðsynleg ákvæði birtuskilyrði í einstaka íbúðum hafi ekki verið innleitt í byggingareglugerð. Ían íhugar að flytja annað því hann geti ekki boðið 7 mánaða dóttur sinni upp á að alast upp á byggingasvæði. You know, we don't get much daylight in Iceland anyway. The daylight that we did was very important to us. Nemendur í kvikmyndaskólanum eru ánægðir með þær breytingar sem hafa orðið á starfsemi skólans eftir að Rafmennt náði samkomulagi og við þrotabúið og tóku yfir reksturinn. Þau skora á mennta- og barnamálaráðherra að styðja við starfsemi skólans og tryggja framtíðans. Jú, Stúdíó Sýrland maður. Hvað, þú veist, að geta sagt það, hvað ertu að gera í lífinu? Já, ég er í kvikmyndaskólanum. Nú, hvað varð hann? Er hann ekki gjaldþrota? Jú, en Rafmennt gefst það nú. Við erum núna í Stúdíó Sýrlandi að læra leiklist. Pældi því að geta sagt þetta bara. 100 nemendur stunda nám við skólan en starfsemi hans hefur verið flutt í húsnæði Sýrlands við Vatnagarða í Reykjavík. Ég geti ekki verið glaðari. Það er bara að komin einhver stöðuleiki. Ég er bara helviti ánægður með það. Björgúlfur Árni er að vinna að heimildarmynd línudansfélag langafa síns. Hvað heldur þú svona með framtíðina? Ég vona að Sýrland bara nái að halda almennilega utan okkur og að getum haldið áfram þessu samstarfi. Það væri bara algjör draumur. Ég er að læra leikstjórn og framleiðslu og ég er á annarri önn þannig að ég útskrifast vorið 2026. Og aðstaðan nemenda er góð. Ég er sem sagt bæði að klippa kynningamyndina mína sem ég tók upp á þessari önn og nefndar var árshátíðarmyndbandi okkar líka, eða partur af því og síðan er ég líka að hanna logo fyrir lokaverkinu okkar þessari önn hjá mér og Katinni, þar sem við erum að vinna saman. Og hún er að klippa þar á móti neina með mér í klippi aðstöðun okkar.
Eigendur Rafmenntar huga að breytingum á húsnæðinu við Vatnagarða. Fjárstuðningur frá ríkinu er þó nauðsynlegur til þess að halda náminu úti og koma í veg fyrir að nemendur þurfi að greiða hærri skólagjöld. Þetta ótrúlega mikilvægt nám innan kvikmyndaiðnaðar á Íslandi og þess vegna svo rosalega mikilvægt að Rafmennt og ráðuneytið vinni saman að lausnum á þessu. Og þú vilt fá ráðherra í heimsókn? Auðvitað, það heitt á könnunni, Guðmundur Ingi. Veðrið lék við hluta landsmanna í dag þegar hiti fór yfir 20 stig í fyrsta sinn á árinu. Mest voru hlýindin landið austan og norðaustanvert. Hæsti hitinn var 20,6 gráður og mældist á Miðfjarðarnesi milli Þórshafnar og Bakkafjarðar. Á Egilsstöðum var hiti 18 stig og þar nýttu sumir blíðviðri til að dytta að húsum, görðum og bílum. En yngra fólki hafði ekki síður gaman af sumaveðrinu og sumum þótti raunar nauðsynlegt að kæla sig með því að vaða, sprikla og sigla í Tjarnargarðinu. Og það var veðri morgundagsins sem verður nú ekki alveg jafn gott og fyrir austan í dag. Á morgun er útlit fyrir sunnan og suðvestan kalda eða stinningskalda og rigningu með köflum, en þurrviðri norðaustanlands. Kaldar loft nálgast landið og hiti lækkar því smám saman. Annað kvöld verður orðið það svalt vestan til á landinu að úrkoma til fjalla gæti orðið slyddukennt. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Íslenska karlalandsliðið í handbolta leikur sinn næst síðasta leik í undankeppni EM 2026. Leikurinn gegn Bosníu ytra og Ísland byrjaði af krafti. Og við heyrum í Herði Axel Vilhjálmssyni sem hefur lagt körfuboltaskóna á hilluna eftir farsælan feril. Heilt yfir er ég sáttur en auðvitað margt sem hefði mátt betur fara. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Upptökur af hlerunum frá sérstökum saksóknara var að finna í fórum njósnafyrirtækisins PPP. Þar voru meðal annars persónuleg samtöl sem vörðuðu ekki mál sem voru til rannsóknar. Héraðssaksóknari segir gagnastuldin reiðarslag fyrir embættið. Ríkislögreglustjóri er sleginn vegna málsins. Spenna milli kjarnorkuveldanna Indlands og Pakistan eykst stöðugt eftir að Indlandsher gerði loftárásir á Pakistan í gær. Minnst 31 var drepinn og pakistanski herinn hótar hefndum. Kardínálum Vatíkansins tókst ekki að koma sér saman nýjan páfa í fyrstu tilraun í kjörinu sem hófst í dag. Þeir verða lokaðir inni í Sixtínsku kapellunni þar til niðurstaða næst, líklega innan nokkurra daga. Rúmir 10 metrar munu skilja að 2 fjölbýlishús í Gufunesi þegar framkvæmdum þar lýkur. Íbúar segja að verið sé að svipta þá allri dagsbirtu. Nemendur í Kvikmyndaskóla Íslands skora á ráðherra að tryggja áframhaldandi fjárstuðning við rekstur skólans. Þeir segjast þakkláttir nýjum eigendum fyrir stöðugleika og góða aðstöðu í nýju húsnæði. Þessum fréttatíma er að ljúka, komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Sjáumst þá, verið sæl. Valskonur eru komnar í úrslit Evrópubikarsins í handbolta og mæta þar spænska liðinu Porrino.